Við ætlum að fá fyrsta erindi kvöldsins og það hérna Michael Senn sem yfir alþjóða jöklavöktunarstofnuninni í Sviss og þeir sem eru að gera sporðamælingar hér á landi og senda mér þær mælingar. Ég sendi það síðan áfram til Michael og samstarfsfólks hans í Sviss en hann ætlar að tala alþjóða ár jökla sem hérna, eða sem sagt, já, og alþjóða dagur jökla 21. mars var daginn, en það hluti af því ári sem átak þess að vekja athygli á mikilvægi jökla í heiminum. Þannig að Michael Senn, the floor is yours. Good evening. You want to use this? Oh, maybe. Like a rock star. Good evening. Thanks a lot for the introduction, Raven. I didn't understand a single word, so I guess you were blaming me that it's my fault when you chase these people for data. Maybe that is because of me, right? So, the Icelanders, it's very great pleasure and honor to be back in Iceland. I remember some faces from a pub in 2022. Where we had a similar evening event. And actually, when Andrei invited me to come and give a talk, he said there's 3 conditions that I'm allowed to speak. Number 1, no more quiz. I guess it was a bit wild that evening. Number 2, don't show too many photos, because the next talk has much nicer ones. And the 3rd one, don't talk about which glacier is largest in the world. So I decided to have a classical presentation tonight and talk about the International Glacier Year, or as it's officially called, the International Year of Glacier Preservation. And I would like to show you a little bit insight from the World Glacier Monitoring Service and our view on that year and what it means, or in other words, how we try to make sense or put into global context your local measurements. Local measurements help us to do the global understanding, and that's all that the World Glacier Monitoring Network, as I'd like to say, the family of glacier observers, is doing. I'm doing that, of course, not alone, but I do it with the team of the World Glacier Monitoring Service based in Zurich, Switzerland, but we also do that with the national correspondents in more than 40 countries. Raven is our correspondent for Iceland, so you have to blame her if you're doing wrong things. And of course, then with all the observers of length change, but also mass balance and remote sensing data across the world. So the International Year of Glacier Preservation is this year, 2025. And actually, it was adopted by the United Nations General Assembly. It was an initiative that came from Tajikistan, but then got supported from other countries and was then approved and had to be organized. And the UN works like they make this decision and then they find someone to do the work. And so first of all, this was UNESCO and the World Meteorological Organizations. And then the real implementation happened with a big family of institutions, universities, international organizations, and so on, that actually try to bring content to this international year. And from this year on, we are celebrating the World Day for Glaciers every 21st of March. That already happened. I know you had big and nice events and a lot of media coverage actually also in Iceland. And from this year on, it's continued this day of the 21st of March, World Day for Glaciers. And at the same time, 25 also marks the start of the UN Decade for Actions for Cryospheric Monitoring, because they realized climate change and the changes in the cryosphere, in snow and ice, permafrost glaciers, ice sheets. It is a topic that is so big, we cannot just look at it a year. But if you want to really do something and change something, it's at least a decade that we have to pay action on that. So the role of the World Glacier Monitoring Service in that is actually we are the organization that tries to be the implementation partner for the glacier monitoring, so to bring the facts and figures into that topic. Sometimes I also claim we're the only ones
thanks to your help to bring real data, and the others just fly air. They're not here yet, so I'm allowed to say that. Towards this World Day for Glaciers, we get a lot of media attention and requests, and I'm sure you have the same questions. It's always the 4 questions, basically, that summarize the problem and get the interest. How many glaciers do we have? How fast are they melting? Why does this melting matter at all, besides the glaciologists that lose their object of interest? And can we preserve, protect still our glaciers? And so basically, this is the 4 questions that I would also like to touch on. But the main focus is basically on how fast are glaciers melting. I would like to show you how actually from your local measurements, we try to scale this up to regional and global estimates. So how many glaciers are out there? The reference here is was done actually under the lead of Fabien Roussillon here, the so-called Randolph Glacier Inventory, which provides one single extent digital outline for each glacier in the world for about the year 2000. It's actually the only one that is complete at the global level, and this is also informing all the glacier models and is the reference for the satellite data when we don't know where are the glaciers sitting. And that tells us that we have about 275,000 glaciers without the 2 ice sheets, right? The 2 continental ice sheets, Greenland and Antarctica, this is on top. But then, so if the ice sheets are like a pancake, flat and huge, then our glaciers are the 275,000 sugar crystals spread all over the table. And together they cover an area of about 700,000 square kilometers. That's about 7 times the area of Iceland, if you would pile it up all around. If we zoom into this inventory and look at Iceland, then we find 568 glaciers covering an area about 11,000 square kilometers. And actually this in our database there is the only inventory that we have in there. But actually we know that the Icelanders have much more accurate and much more detailed data. Actually, every about a few decades, you know basically how much ice is out there. And this is one of the most exciting data sets that are out there that tells us, okay, how much ice do we actually have? Now, how fast is it melting? It's a bit more complex because those that measure this, they know it's a lot of work, especially if you're doing it in a field. And of course, you cannot measure all the 275,000 out there. And this is where the World Glacier Monitoring Service comes into play with all its correspondence in the 40 countries, because since more than 130 years, we have been trying to collect all these observations through this network and bring it in a database, try to standardize it, hope that you measure exactly the same way. I already today hear 2 glaciologists in Iceland discussing that they're not doing it exactly the same way. So it's challenging because everybody has its special thing to do. We do that for the in situ measurements, the field measurements, but we also nowadays, of course, collect the remote sensing data. And that's definitely the moment to say thanks, Tak, and thanks to everybody who is contributing this data. If you look at the international level, it is one of the oldest natural environmental monitoring program, and I would claim it was kind of us who invented open access. So the sharing of data for no money and for free, because glaciologists realized for the global problem like climate change, we need to have global data sets. We cannot just look at one single glacier for a few years. So thanks a lot for sharing all this information. So what we do at the World Glacier Monitoring Service, we collect all this data. Yes, we also have the length changes, but mainly for the climate questions and the hydrological questions, it's the mass balance, the thickness change of the glaciers that measure, that counts. And when we look at climate, we need to have at least 30 years of measurements to see climate, because when it's shorter, we actually only see weather. And that's what we call then our reference glaciers, or the long time series that provide us this climate information, and we're continuous year over year over year. And you probably know better than me how difficult it is to get funding for something that is the same and the same and the same every year. There's no innovation, and if you fund it through a scientific system, it's a challenge to get that paid. But this
data tells us basically, when you look at that, this time series, you see, okay, they were from the 50s on, a few single years where the average of these glaciers had mass gain, like these blue bars that you see, and then more and more red bars, so the mass loss that is increasing. And you can plot this in a cumulative way, and then you see since the 50s, on average, the glaciers lost about 30 meters. Now, these are just the about 60 reference glaciers. And what we see here, these numbers are, of course, not representative for the change of the entire ice. And so we have to scale this up somehow. But I want to quickly move into the longest mass balance record here in Iceland, Hofsjökull, which started the measurements from the 80s. And it's the longest program in here. And that's, of course, the longer program, the more valid it is. At the same time, you manage also to measure at Vatnajökull a huge ice cap, right? And for us in the Alps, it's always surprising with our tiny pocket glaciers, how you manage to get these measurements over such big areas. What I wanted to show up here is on the top slide shows you basically these annual in situ measurements. So you see the annual bars that are blue if there was a gain and red if there was a loss. You see the famous 2010, where the melt increased a lot because of the ash that reduced the albedo, was an extra melt. And the lower plot shows actually satellite data, also measuring the elevation change of the glacier. They don't do that really annually, but over multiple years. And so the resolution is worse, but we have a full coverage of the glacier, and we can basically see all the glaciers. And this is what we try to do when we collect all this data. Once a year, we have a call for data, and this data is coming in. We try to combine the two types of measurements. So the field measurements, which provide us a year-to-year change of the glaciers, and the satellites data that basically just provides every 10 years a picture, but the satellite data can do that for all glaciers in the world, right? And so we try to bring the puzzle pieces of the glaciological and the geodetic, so the field and the satellite data, we fuse them and try to get a global estimate. And for Iceland, this is how it looks. So we can have these estimates basically for the single glacier, that's the top row. I picked out some years, 1976, it's famous 2010, 15, and 23, where you see basically that we get the year-to-year signal from those glaciers that have in situ measurements, and we fuse it, merge it with the total change that we know from satellite data, and that allows us now to have an estimate. It's not a perfect measurement, it's an estimate for each of these glaciers, and then we can aggregate that. This is, you see on the pixel line in the middle, where we aggregate that by half a degree pixel to provide it into global models, for example, or bigger climate records. Or we can take a regional average for a year, and it's just an area-weighted average over all glaciers. And that's then for Iceland. Iceland is one of the 19 glacier regions that we work with. And this gives us an estimate for each of the 19 regions, and we can scale that up. And this is how we come up then with these global estimates. When you're reading in the news, glaciers in 24 lost so and so many gigatons, this is how we bring together your in situ measurements combined with the satellite, and this gives the estimates. If we look at the last year, 24, hydrological years, glaciers lost about 450 gigatons. Something that you see in the map, it's all red. 24 was the third year in a row where all the regions basically reported mass loss. Not each single glacier, but the regional estimates was all negative. So if you have a color stripe from 1976 to 24, you see that in the beginning there were a few years where glaciers were okay, gaining mass, but then it became more and more red. And the maximum loss was 23, followed by 24, which ranked about number 4. So the 5 most negative years on record globally happened in the past 6 years. And it really shows the dramatic increase in ice loss that we have. Now, here we basically fuse this
in situ measurements with the one type of elevation measurements from space, but there are more methods. So basically what I showed you now is the top line. So we have the field measurements with the so-called EM differencing. So the differencing of mapping of glaciers at 2 points in time. And here we talk mainly about doing that from optical satellites. It's basically cameras in space doing photos from different angles, which allow you to have a surface topography. And when you repeat that, you get the elevation change. Now that's great because you really see each individual glacier. But when it's cloudy and just being here, you realize that often you don't see the glaciers, then these cameras also don't see anything but the clouds. This is when the radar comes in. That's basically the same thing, but can see through clouds. And sometimes it doesn't only see through clouds, but also doesn't see properly the surface of the glacier, but penetrates into the cold snow and fern, which then brings in an error. And then there's two more methods. There's the altimetry, that's like a laser pointer, when you shoot a very fine light and measure the time until it returns, and that with laser or radar. That's a method. And then there's gravimetry, that basically measures the distance between two satellites and try to extract from that how the gravity, the mass of the Earth below changed. And that was basically a study that we just finished now, GLAMBI, the Glacier Mass Balance Intercomparison Experiment, with the European Space Agency, bringing all these data together and compare the results against each other, trying to make sense out of the differences and learn from that how much the glaciers changed since the year 2000, since we have all these different types of satellite measurements in space. And instead of talking much longer here, I'm just going to show you a 3-minute summary video of that.
Okay, that was a rush through 2 years of research. It was quite a hassle, but very interesting to work with all these colleagues around the world. Yes, if you zoom in, then actually you see that Iceland, since the year 2000, lost about 6% of the ice that still was there at that time. So it is almost global average, if you want. So it doesn't belong to the region that loses the most amount of ice, but when you look at the thinning rates, actually, it still is quite fast. And that has to do that there's still a lot of ice there. Or even when it melts fast and you have a lot of ice, the percentage is not so high. But that brings me to the question, so yes, does it matter? Why is it important if the glaciers melt? Well, first of all, they're an indicator of climate change. It's really happening and it's accelerating, but it has also real impacts. And you could summarize it quickly on the local scale. Glacier melt matters for the hazard situation because of lakes building and breaking out and other factors. Regionally, this is the water availability. In the beginning, there's an increased amount of water. Hydropower here is happy at the moment. But of course, once the glaciers are gone, that water is missing exactly in the summer when it's dry and hot. And in many regions like Central Asia, in the Andes, but also in the European Alps, you can already see, especially high up in the catchments. And globally, yes, what happens on the glacier doesn't stay on the glacier and finally reaches sea level. So at the moment, the glaciers are the biggest ice contribution to sea level rise. After the warming of the ocean, it's the input, the melting from the glaciers that is rising sea level, and that is then topped on and followed by the melting of the ice sheets in Greenland. And in the future, there's also Antarctica that we have to worry. So yes, it matters because what happens on the glacier doesn't stay on the glacier. And I believe sometimes this is really underestimated. If you have a coastline, you should worry about the glaciers. Can we still preserve our glaciers? Well, the question is how fast is this happening? And when you look at the 19 regions from 76 to 24, and this color coding again from blue gain to red loss, you see that it's increasing, but some regions like the Central Europe and European Alps, and the red is standing out. And you see at the end, there's these 2 years, 22, 23, that are extra red. So in 2 single years in the Alps, we lost 10% of the remaining ice. And it's obvious that under these melt rates, the glaciers cannot survive for long. And so basically, if you look at the same, how much ice in percent do we lose per year, and you list the 19 regions and the percentage on top, and the black line shows actually the 1% loss. So all the regions where we lose more than 1% of the ice per year, obviously they cannot survive the next century, right? And so it's really the European Alps, Western Canada and the US, Caucasus, New Zealand and tropics, where the melt rates are so high that glaciers cannot survive much longer. Well, even you could say that when these glaciers are gone, at least they're not contributing to sea level anymore. But there's a bad message in that still, because there are other regions that only will kick in and melt into the next century. And also we have the 2 ice sheets that are contributing to melt. So one could say glaciers became somehow from an indicator of climate change to memorials on how our society is successful or not dealing with the climate crisis. Can we, and of course, just looking at observations and extrapolating that in the futures, it is not really the way you have to do. You have to look at models that have the physics and then do climate scenarios and look what is happening. And that is what the recent study by David Rounds and colleagues were looking at. And it basically shows the mass loss on the corresponding sea level rise over this century, depending on different scenarios. And what you see actually is by 2050, the scenario, if we have a lot of CO2 emissions or not, doesn't really matter. Because the glaciers are reacting delayed to climate change, about 10 to 20% of the ice is lost already. So we have to adapt. This change is committed in the system and will come.
does it still help to do something about climate change? Yes, because in the second half of the century, it exactly matters on if we manage to decrease our emissions and we can still save half or more of the glaciers or not. If we just continue like that and we're going to lose another 50% of the glaciers in this century. So you could also turn it in a positive way. Every 1/10 of a degree warming that we can avoid helps, because every 1/10 of a degree warming that we avoid saves glaciers and saves trouble. So it saves us from 2.5 millimeter sea level rise. Now, 2.5 millimeter, you say that's not exactly a lot, right? But it's a small number and it's a huge impact. 2.5 millimeter sea level rise means that we save, it means we save 500,000 people from exposure to annual flooding because of sea level rise. So small numbers have a big impact. How to preserve glaciers? Well, some think you can just cover them with a fleece. Yes, it works because of the reduction of the solar radiation locally and very short term. But, well, it's not exactly what saves the glacier. In Swiss, we call it Flaschenpolitik. It's really like just putting a little tape on a little round. What really saves the glacier is reducing the CO2 emissions, or the greenhouse gas emissions in general, and simplified, if we manage to reach the Paris goal of a 1.5 degree warming globally, we manage still to preserve some of the glaciers, but to reach that, it's really time to act. And with that, I would like to close here and wish you a happy and hopefully successful International Year of Glacier Preservation. And yes, it's a difficult story because it's also a lot of bad news. But personally, I believe the message that we can still do something and every 1/10 of a degree matters. Ég held að kynna hérna næsta erindi á okkur, Harald Eiríkur Steinur, Suðurskautið í haust í 4 mánuði. Og hann ætlar bara að segja okkur frá þessu ævintýri. Já, þetta ævintýri hjá mér byrjaði nú fyrir ansi mörgum árum síðan þegar Arctic Trumps fór í fyrsta skipti, sem 96 eða eitthvað svoleiðis. Þá kveiknaði minn áhugi að fara þangað og vera draumur okkur síðan. Síðan í síðasta haust, þá var ég að vinna fyrir Arctic Trumps að klára þar einn bíl sem átti að fara á Suðurskautið og mikil vinna sem fór fram þar á mjög stuttum tíma. Og þá kemur Eiður til mín og spyr mig hvað ég ætti að gera í vetur. Ég hélt að hann var að tala það að hann ætlaði að fara að smíða sér hús og hitti einhvern mann í vinnu. Ég sagði, já, ég veit það ekki, vinna. Já, þú komið á Suðurskautið. Og það þurfti ekki að hugsa mikið það. Já. Þannig að 4. nóvember þá fórum við frá Íslandi og flugum til New York og þaðan til Punta Arenas. Þar vorum við nokkra daga og flugum svo yfir á Union Glacier. Þetta er kampurinn í Union Glacier. Þarna á hverju ári frekar mikil byggð sem reist, 100 starfsmenn í kampinum, 4 flugvélar eða svo og vegurinn niður á stóru flugbrautina. Þeir reka síðan flugbrautina þar sem að Komist eina mynd áfram. Það sem að Icelandair lendir á ísbraut. Og Eiður, ég var með öllum stundum í 3 mánuði. Við vorum bara 2. Ja, það að segja við vorum ásamt vísindamönnunum sem við vorum að þjónusta. Þarna eru
alls konar tæki. Íslenskir jeppamenn myndu ekki vera mjög ánægðir með þetta tæki. Á að gera eitthvað. Hér er sem sagt bíllinn okkar, búið að ræsa á hann og koma að sækja okkur. Fyrsti mánuðurinn var svo bara þarna. Þarna vorum við að gera við bíla, gera græn. Þangað til að vísindamennirnir okkar komu inn frá Nýja-Sjálandi. Þá lítur kampurinn út, lukkin fjöllum, mjög fallegt allt saman. Það eru cirka 20 kílómetrar í þetta. Hvað þau eru svona. Fyrir tjaldið mitt, bjó ég í 3 mánuði. Og bara til þess að hafa það á hreinu. Það er ekkert sérstaklega kalt inn í svona tjaldi í mínus 30 gráðum. Þannig að suma mótna þá vaknaði maður og svo bókanum. Sólin er það sterk. Og þetta er hæðin á sólinni alltaf. Og það sem að ruglaði mikið í þessum ámur var það að snýst í öfugan hring. Það er norður fyrir mann. Það var svona aðeins að venjast. Þetta fjall heitir Elephant Head. Þess að séð fílshaus út úr þessu. Já. Þessi kampur snýst aðeins það að taka við fólki og svo fljúga þeim að skoða mörgir sér eða fara áfram í sínu leiðangra sem það að ganga á Suðurborg. Allt starfsfólkið býr þarna í svona tjöldum. Það er svo vísindastöðin hjá Chile sem er þarna á grunni. Þarna starfa 100 manns og á einhverjum tímapunkti þá voru 35 þjóðerni sem störfuðu þarna. Þetta er mjög áhugaverð. Þetta er mjög áhugaverð vél. Lítur út eins og DC-3 en hún heitir það ekki lengur, hún heitir Bastler. Það er búið að breyta öllu í henni. Það er ekkert annað að þetta er útlitið eftir. Nýr vængir, nýr hreyflar, allt stjórnkerfið er nýtt og þetta er kanadískt fyrirtæki sem að flýgur með 60 flugvélar frá Kanada til Suðurskautsins hverju ári og heim aftur. Og gerir eiginlega ekkert annað en að þjónusta vísindaverkefni frá þangað og svo með þessar vinnuvélar líka. Hér er svo hluti af rannsókninni okkar, ansi mikið. Bílar. Hér sjáum við mjög skemmtilegt veðrafyrirbrigði. Þetta er bara því þar. Við sáum þetta og við sem það var að loka kampinum okkar. Kemur þetta fram að fjöllunum. Byrjar svo að verða frekar kalt. En leiður við komum á fjölluna þá það hafi náð 10 metrum. Ég efast að það náð 10 metrum á þessu. Það er að fjóra bíla. Við notaðum 2 þeirra. Þeir eru svo bara sem parkera aftur upp á Snúðsfjalli og bíða hann til að næsta verkefni kemur. Allt sem kemur inn er flogið inn með kargóvél. Það verður allt mjög dýrt. Og það er ekki hægt að flytja inn með landleiðina eða á sjó. Það er langt í burtu frá ströndinni. Já, sennilega mesta vindhviði á þessum stað.
Hér eru svo vörutalningu á öllu. Hver einustu skrúfu og alltaf, það tíma þess. Ekki alveg uppáhaldsverkefni það. Ég gera það. Hér eru svo farnir að myndu okkur. Hérna erum við með eldsneytissleða. Það kæft 2000 bílum á eldsneyti. Og dugði í eitt verkefni hjá okkur. Og þetta fyrirtæki í alls konar bíla og skapbíla og hjól. Það voru reglur allt í kampinum nema hjólin. Ef þú sást hjól, þá máttu taka það og nota það. Skilja það eftir það sem og allt fyrir fram á snjóbílu. Þarna snjóbíl að draga til það gögnum með allum farandrinum fyrir túristunum og það fyrir í fjallum. Það allt frekar stórt. Og þetta slökkubíllinn. Það gerir smá vind, skóf frá til þessuna. Og þarna bara, þarna eru 700 ólítunur af eldsneyti og það þarf til þess að þetta ganga. Þessir voru svo að fara að fljúga hringinn í kringum Suðurskautið á þyrlu. Því að þeim var á ókvæmstæðan og hjálpækjum, það annað að margina. Þeir eru svo meira viðhald. Þessi bóti gangandi og gerast klárt þannig að við getum komast í stað. Það snjóaði töluvert. Bæði þarna og á Suðurpólnum. Miðað við það sem að bróðirinn sagði, þá snjóaði töluvert. Það hins vegar þýddi að það kannski náð 10 cm á 3 mánuðum. En það kallast töluvert. Nú erum við laðar af stað á pólinn. Það tók okkur 5 daga. Keyra 1200 kilometra og það var mjög hlýtt þessum daginn og það var svolítið þungt að keyra og keyra hægt. En veðrið var mjög gott og fjallasýnin ennþá betri. Hann langar helst til þess að fara upp á alla þessa toppa og skíða niður. Fyrir það að sprungurnar eru svo stórar. Þetta að skoða það eins og vel að fara af stað. Þannig á fyrsta bílunni af nokkrum. Það var bara rafmagnsbíl sem fór sundur. Þetta Transantarctic Mountains. Þarna alveg niður í kampinn. Það er ansi góðar klifurlínur. Þarna sjáum við hvað jökullinn mishár hér í þessari styttu en ekki kemur á framma. Það miklu hærri með 100 metrum hærri hérna. Skrá. Það sá við klósettið blátuna, mjög mikilvægt. Og þarna þarf að passa allt. Við tökum allt með okkur. Og þegar við erum að hella eldsneyti bíla, þá passaðu upp á að það fær ekki einasti eldsneyti.
bæði búið að ekki skrifa skýrslu það að hafi orðið mengunarslys og eldsneytið mjög. Og bara þessar myndir við að tala að koma að það. Ég var á blogginum. Það ráði ég að vera engin vandræði við mig. Hér eru svo konur á Suðurpóli. Það stöðin hjá Bandaríkjamönnum og mjög stór og það mikið að vera þar. Það skemmtilegasta við það það 16 klukkutíma munur á rauðu tjöldunum og gráu stöðinni. Þeir eru á nýsinarskum tíma og hinn kampurinn er á tíleittíma sem þýðir að þegar við fórum að sofa þá byrjuðu jarðirnar hjá þeim að ýta snjó. Það þurfti sko heilt tímatöflu inn í eldhússtjaldinni til að finna út á hvaða tíma hver var og því að þeir eru sko 16 tíma eitthvað á undan okkur en áður degi líka og það missir. En þetta eru ansi mikið umsvið þarna hjá Bandaríkjamönnum. Þetta bara hluti af því sem þeir eru með. Þarna eru við með stórt borverkefni sem heitir Ice Cube. Stækka það og gervidiska og slegt. Okkar litla verkefni var án efa að minnstakosti það sem var farið út í feltið, án efa að effektífasta sem var framkvæmt á þessum stað á þessum sísónu. Svo mikið svo að það verður eftir því tekið. Hérna þetta bakum stöðina, þarna erum við að græja okkur fyrir túr, þar sem við erum að fara út og verkefni snerist hjá þeim, snerist það að fara út frá pólnum í 4 áttir, setja niður litla jarðskjálftamæla, seismic nodes, stærðið kóngflösku, notar víbringin í jöklinum þegar hann hreyfist til þess að kortleggja botninn undir jöklinum. Og þeir eru búin að finna 3 ára verkefni. Byrjaði þetta var miðju árið núna og eru klárað í haust. Og þeir eru búin að finna þetta stöðu, fjöll og annað sem ekki var vitað um. Þau eru frá háskóla í Bandaríkjunum. Þau eru að sinna þessu. Þessi mynd þarf að koma í 2 partum vegna þess að þetta var stórt fyrirbyrði þess að náði á einni mynd. Gríðarlega flott að sjá þetta. Þarna vorum við í einum leiðangri þar sem við þurftum að gista út í 2 nætur. Keyrðum í áttina að Skottjöklinum og settum niður þessar græður. Settum niður í heildina 340 stykki sem við þurftum, það voru 1600 kílómetrar, gera það út og svo þurfti það að standa út í 20 eða 25 daga og safna gögnum og svo sækja það. Þetta var svona það sem við keyrðum mest í, frostnar snjóaldur. Það mesta effortið það fór í að keyra bílinn þannig að myndum ekki brotna þetta. Hér erum við með GPR, Ground Penetrating Radar. Vorum á leiðinni inn á mjög sprungið svæði sem við vissum vegna þess að við vorum með bæði gervihnatamyndir, radarmyndir og annað af svæðinu. Og það eiginlega þannig sem að allar leiðir hjá þeim eru ákvarðaðar. Það er unnið í mánuði
gögn og annað til þess að vera viss að leiðirnar sem á að fara eru öruggar. Þetta var síðan bara að vera með belti og axlabönd ofan á því. Við erum í 8 að svæðinu og þegar við eiginlega bara þorðum ekki að halda mikið lengur áfram, þá voru allir vísindamenn orðnir mjög ánægðir, koma svona langt. Við fundum engar sprungur. Við kíktum vel inn á heimasvæðið. Því miður þá komumst við ekki nægilega langt til þess að sjá í fjallinu. Bara svona 10 km lengra, þá við svona séð fjallinu. Við kláruðum að setja niður allt rétt fyrir jól. Kláruðum að setja niður rétt fyrir jól, tókum okkur einn hvíldardag og lögðum svo af stað verkefni fyrir NASA. Og sjáðu þessari mynd á kaðall á milli bílana. Og það vegna þess að ég gat ekki keyrt. Og til þess að geta haldið upp einhverjum hraða þá hengdi Eiður kaðall mig og við gátum þá keyrt á svona 25 km hraða. Við þurftum að keyra 1300 km á þennan hátt. Og á gamlárskvöld þá gáfumst við upp og sögðum bara, já, ok, förum í að gera við hennar mótor. Og við skiptum spísa. Kostaði náttúrulega hans mikið rifrildi í þessum mótor. Og þetta var gert í -37 gráðu frosti og í 3800 metra hæð. Og svo tókum við okkur pásu út af því að við erum með, sjáðu þarna, Starlink á bílunum. Og við kláruðum allt internetið þegar við vorum að keyra. Og þegar við tókum okkur pásu þá fórum við inn og borðuðum þurrmat og horfðum á áramótasveit. Svo, þetta tók nú ekkert rosalega langan tíma. Aðeins að passa okkur að vera ekki berhentir að snerta stál. Það var eins og að setja hendina á helluborðið. Það var sama tilfinning, sama brunatilfinning. Svo kláruðum við þetta og bíllinn var nákvæmlega eins. Engin breytingu. Aftan á kolum. Myndir af mér á kolum. Það eru 2 pólar. Það er sem sagt þessi póll, sem allir hafa séð, sem er svona ceremonial póll. Það er þessi póll. Þetta er raunverulegi póll. Hann er færður 10 metra, hann er settur niður í svona stöng á hverju 1. janúar hverju ári. Þetta því að jökullinn er á hreyfingu. Þá var hann endur mældur út og settur á réttan stað. Það er kolur. Þetta er það sem við vorum að ná í fyrir NASA. Loftböngur sem þeir setja á loft og svo sveimar hann þarna og þegar þeir vilja setja hann niður þá setja þeir á staðinn sprengihleðslu, öðruna og hann kemur niður. Nú var bilun fyrir 2 árum og hann þarna. Þetta er staður sem heitir Dome Arcus, 4000 metra hæð og ég get lofað ykkur því að 4000 metra hæð á suðurskautunum, það er harðaða súrefni. Og það er hæsta sem að fyrst ekki mitt sæði. 1032 metra. Röstuðum við þessu upp á bíl, tilbaka. Þegar við komum tilbaka þá hittum við innhópinn á Arctic Trucks. Þetta er einmitt bíllinn sem að ég var að klára að smíða þegar að
Heiður spurði mig hvað ég ætlaði að gera. Og þetta er raun og veru gamli og nýi tíminn. Að taka við fötunum, það pláss. Vandamálið við hann eins og maður fyrir í útilegu með stóru töskuna og tekur aftur með sér. Ég kom tilbaka, þá voru alls konar bílunargreiningar þetta, púsluskynjari sem ég ákvað að reyna að lóða upp. Eftir fannst ég því að það var ekki hægt að vera. Og það skipti túrbínu. Þá loksins fór bílinn í gang. Já, við fengum túr stöðina. Það var smá öðruvísi. Erum við tónlistarherbergi, körfuboltavöll og snýrum kortinu sínu öfugt. Bókasafn. Þetta er svo ég og Wei Sun Shen sem aðalvísindamæðurinn sem sáum þetta verkefni. Þetta er svo Þetta er búðirnar á Suðurpólnum. Það er mjög stórar. Mjög fínar og mjög almennilegt fólk sem vinnur þarna. Þegar við vorum svo búnir að fara tilbaka og sækja öll gögnin frá þeim. Þarna er ekki mjög merkileg græja. Já, jú, hún er ekki mjög merkileg, en það gerist svo. Tók svona 3 mínútur að setja niður hverja græju og hún entist í 20 daga, 20-25 daga, eitthvað svoleiðis. Rétt sett niður fyrir yfirborðið, stillt af, sett í gang, keyrt á næsta stað. 1-3 kílómetrar á milli stöðanna. Og já, þarna er þetta verkefnið. Suðurpóllinn er þetta græni punkturinn. Hálfmáninn er cleaner sektor, það sem enginn má fara inn í. Allir vera brjálaðir eða fara þar inn í. Þeir eru að mæla loftgæði. Wei Sun var ekki alveg sammála, þannig að það skipti neinu máli. Og á endanum fékk leyfi aftur til þess að fara þarna inn og við keyrðum inn alla leið í gegn, 150 km í gegnum svæðið. Þetta er reyndar kortið frá því fyrra. Það er búið að lengja allar línurnar síðan þá. Og já, þetta var þarna þetta eru raun og ekki línur, þetta eru bara margir punktar í röð. Sýnir þéttleikann á kerfinu. Ég sjá þið svo línuna veginn hennar séð sem að Bandaríkjamenn keyra frá McMurdo upp á pól þegar þeir fara með kargóflutningana sína. Og þetta var svo satt. Þetta verkefni voru cirka 1600 km og svo aftur 1600 km að sækja dótið, pluss 1280 cirka frá Union Glacier á pólinn, pluss 1300 km í hvora átt að sækja loftbergi. Og þegar við vorum svo búin að því öllu, þá keyrðum við 2200 km til Nova. Við enduðum á því að við keyrðum 9200 km. Næst stærsta season sem Arctic hefur keyrt. Og þá loksins fengum við að gisla í húsi. Og við byggumst náttúrulega bara við því að við varum að fara að sofa í kampinum þeirra. En við fengum að sofa í lúxuskamping, þar sem að fína fólki fara að sofa. En við erum aðeins aftur í tímann hérna. Hérna erum við á leiðinni
að fjöllunum yfir ströndina. Þetta fjall hérna hægra megin kallað Þórshamar. Fjöllin hafa engin nafn þarna og ég ákvað bara að skýra þetta fyrir sem fannst sniðugt. Veginn liggur hérna niður á milli fjallana hér á milli. Og fjallasýnin það samt mjög flott. Kom okkur stutta pásu og fórum í fjallgöngu. Þá áttaði mig að sjá því að við búin að setja rastfötin í 3 mánuði. Ekki góða formi. Þetta myndi öll nýðran á Íslandi. Þetta verið mjög gaman að vera í jarðfræði. Ógeðslega kúl. Leið og við stigum út úr bílunum þarna, þá föttuðum við báðir að við varum komnir nálægt ströndinni. Við varum komnir svona íslenskt loft. Sennilega verið svona -10 og það var bara nákvæmlega eins og vera á Íslandi. Á meðan að kvöldið áður, þá gistum við þá á -37, upp á hásléttunni, 200 km frá. Það var bara svona þurrt loftslag sem að maður tók ekki þannilega eftir kuldanum. Bara þetta með fótunum. Já. Ýmsir tindar. Þetta er fyrsta kvöldsólin sem ég sá. Mjög gaman að fara cirka viku áður af pólnum þar sem að sólin var bara í 30 gráður á lofti, allan sólarhringinn. Svo vorum við að keyra það langt til norðurs að þá var sólin farin að setjast þetta. Kannski sönnun fyrir því að jörðin raun og veru kringlótt. Við rétt mistum á því þegar að Flat Earthers voru komið inn til Union Glaciers og ætluðu sko aldeilis að sanna það að jörðin væri flöt. Þeim var boðið, alveg heil bók var boðið inn til Union Glacier til þess að sjá sólina ekki setjast í viku. Hér svo komin í flugbrautina hjá Novo og þetta allt mjög rússneskt ennþá þó að þetta sé ekki rússneskt. Það suður-afrískt fyrirtæki en öll gömlu tækin þarna. Þarna ef ég skildi það rétt, þá handan við þessa kletta, þá þetta allt saman hafís og svo jökulísinn hérna og þetta hafið. Það þetta 100 km að opna hafið. Og þetta eins og veginn í eyðimörkinni, við kallum þetta Oasis. Hér sjáum við jökulinn af ísbreiðinni koma niður, stoppa. Kemur fændandi og svo heldur áfram hafísinn. Eða íshellan. Þarna verður það mikil hláka yfir á sumarið að þeir verða hætta að fljúga inn tíma, þess að flugbrautin bráðna. Sjáum það líka að þarna hefur runnið úr hlíðinni
svona smá flóð. Nákvæmlega hvað eru að gera með þetta, en það eru ýmis mjög áhugaverð tæki. Þarna eru Indverjar með stöð og svo Rússarnir hliðina á þeim. Þetta var einu fyrstu mynda. Þetta sem sagt inn í matartjaldinu, þar sem ég gert ráð fyrir að þú grennist mikið. Það er mjög góður matur. Það er nú einn gamall íslenskur. Það er núna bara vandaður í að keyra túrista á flugbrautinni. En á þessum mynd hérna, ég sá loksins mörgæsir. En ég þurfti að fara í dýragarði í Suður-Afríku til þess. Á 3 mánuðum náðum við að sinna þessu hlutverki fyrir vísindamennina og keyra 9000 kílómetra og fara þvert yfir heimsálfuna. Já, hvað er að segja það? Einhverjar spurningar? Já. Það var erfitt. Fyrir utan það að ég náði mér í einhverju influensu og júlíumleysir og losnaði ekki við hana í mánuð. Sennilega skortur á skammti. Það voru allir, margir sem voru þarna, sólin skín bara alltaf. Og það voru margir sem töluðu það, að skortur á myrkri, það er mikilvægt. Þú vaknar á morgnana, þú teygir því sólin inn í tjaldinu, bara þannig að sjáir. Hvað er það lúxusvandamáli, það ekki? Já, ég held að. Spyr ég hérna, hvað er gert? Henni er flogið út. Við keyptum olíu af 2 aðilum. Það var af ALE, sem er fyrsta fyrirtæki sem við vorum hjá, og síðan hjá White Desert. Já, ég er búinn að gleyma með nafninu á því. En þeir síðan fljúga tunnunum tilbaka, þar eru endurfylltar og notaðar aftur. Og allt sorp er flogið út, það er ekkert skilið eftir. Það veit ég alveg á því hvað þetta er. Mjög að vera það fara til eins að stefna hjálpa. Það er mjög nálægt, eiginlega bara alveg við. Fjöllin sem þær búðir eru við, heita Ellsworth fjöll og eru bara, ég veit ekki hvort það flokkist en hluti af skaganum, en eru þannig alveg við skagan. Svo fóruð þið á Suðursveit. Já. Hvað er það á? Ekki alveg á Skottjökulinn, en mjög nálægt honum. Já. Við fórum svo líka, það myndi þá flokkast sem Nýja-Sjálands megin. Það þýðir eiginlega ekki að tala norður og suðurlanda, það eru bara 2 áttir. Það er annað hvort norður eða þú ert á suðurpólnum, það eru allar áttir þangað. Bandaríkjamenn eru með þessa McMurdo stöð sína
hún Nýja-Sjálands megin. Og upphaflega voru allir sem byrjuðu hér. Já. Og svo pótum hérna. Þetta Nýja-Sjálands megin. Þess vegna þessi tímamunur á milli bandarísku stöðvarinnar og kappsins sem við vorum í. Þannig að þeir eru að reyna að halda sig við Nýja-Sjálands tíman. Þaðan fórum við svo á pól og hér út til sækja þennan loftbelg. Og eftir það fórum við svo Suður-Afríkumegin út. Sem snýr næst Suður-Afríku sem það er nóg. Megin,